Þetta gekk út á að finna lausn á eitt af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Í upphafi dagsins þá áttum við vitundavakningu með Andra Snæ. Háskólinn búinn að reikna út hvernig á næstu 100 árum jöklarnir okkar að fara, hvernig sýrustig hafsins að breytast, hvernig líffræðilegu fjölbreytileiki að vera fyrir áhrifum og síðan náttúrulega félagslega breytingar út af þessu. Og þannig að ég var kannski að ramma þetta inn sem stærsta paradigm shift, viðmiðaskipti sem að þessi kynslóð hefur lent í. Þannig að næstu 30 ár þurfa að vera allt öðruvísi heldur en síðustu 30 ár. Þannig að vorum að skoða okkar styrkleika og hvað það er sem við höfum fram að færa í alls konar teymisvinnu og bara fyrir okkur sjálf. Og síðan fengum við fólk úr atvinnulífinu til að koma og spjalla aðeins við okkur. Ég var bara svona að segja mína upplifun frá því að ég útskrifaðist úr mínu BS-námi og hvernig ég komst þangað þar sem ég er í dag og ræða svolítið heimsmarkmiðin og nýsköpun og allt þetta. Það sem ég hef lært í mínu hlutverki að það er að maður verður að taka sjálfan sig stoltið út úr myndinni. Hlutverkið er það sem ræður og maður þarf að takast á við verkefnin út frá hlutverkinu en ekki út frá manni sjálfum. Og mér finnst það skipta ótrúlega miklu máli fyrir okkur sem erum í atvinnulífinu að miðla til nemenda af því ég hefði sjálf viljað fá meira svoleiðis á meðan ég var í námi. Síðan erum við búin að vera að vinna að nokkrum hlutum í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Búin að vera að vinna í svona teymisvinnu kringum það. Og það er bara búið að vera ótrúlega gaman að fá að vinna með krökkum eða bara fólki frá svona mismunandi fræðasviðum. Fólki úr lögfræði og verkfræði og heimspeki og þetta var mjög áhugavert að vinna saman að í rauninni að komast niður að hvað við gátum öll verið sammála í einu verkefni. Svo var ótrúlega gaman, bara skemmtilegt fólk, kynnast nýju fólki, tengslanetti, ótrúlega flottir fyrirlestrar og kynnast bara frábæru fólki. Það sem ég tek úr þessum degi er einhvern veginn bara svona hvað þessi þverfaglega vinna er mikilvæg. Að fá öll þessi sjónarhorn saman til þess að vinna að einhverju svona stærra. Sú kynslóð sem er núna í háskólanum er í rauninni að ganga inn í veruleika þar sem að þau hafa hreinlega æðri tilgang. Þetta er ekki bara tilgangurinn á sér í starf, komið sér vel fyrir í millífstéttinni, heldur að leysa vandamál sem eru bara algjörlega grundvallarvandamál. Sem að snýst í raunum að fleyta mannkyninu inn í næstu öld á farsælan hátt. Að vinna með börnum og unglingum og mér finnst bara mikilvægt einmitt að afla sér þekkinga á öllum svona sviðum til þess að geta haldið áfram að vera fyrirmynd fyrir þau og geta miðla einhverju héðan og þaðan úr mismunandi áttum til þeirra og þau eru þau sem að halda áfram að halda þessu samfélagi uppi.